Matarvagnar hafa ekki verið algeng sjón á norðanverðum Vestfjörðum, en erfitt að komast hjá því að smakka súsíið hjá Jötunn átvagni á Ísafirði. Henry Otto Haraldsson frumkvöðull matarvagna á þessu svæði og hægt að segja að íbúar bæjarins hafi tekið þessu frumkvæði vel. Hugmyndin af þessum bíl sem ég var að gera, það komiðlega upp frá því að mér langaði að gera eitthvað nýtt og koma svona meiri matarmenningu akkurat yngar vestur. Þegar fólk hérna yfirleitt bara meira í því að vera bara kjöt og kartöflur og svo ekkert annað. Svo mér langaði aðeins að gera svona fjölbreytni. Ég ætlaði að byrja akkurat með sushi núna í sumar. Hugmynd var líka það að akkurat í COVID að fjölmennt inn á veitingastöðum þá var alltaf fjöldatakmörkunum og eitthvað svoleiðis. En ef ég væri með bíl þá gæti maður bara haft endalaust og bara 2 metrar á milli. Það skiptir ekki máli núna. En hugmyndin var alveg þó að koma matamenningu hingað, sumar að vera með svona sushi og svo ætla ég bara að breyta til og gera það sem ég vil. Og bara og gleði almenning. Það svolítið fallegt. En hvað ég var að frétta að væri einhver sushi sérfræðingur, getur það verið? Ég vann á fiskmarkaðnum og ég var að gera sushi þar í 2 ár, vann þar samt í 4 ár. En þetta svona, eins og ég elska alls konar list og svoleiðis, svo ég er búinn að vera akkurat í húsmiðinni og reyna að finna mig og mat fyrir mér eiginlega bara svona list. Svo að ég fann mig eiginlega bara í sushi gerðinni og þetta var svona mjög gaman og eitthvað svoleiðis. Yndislegt starf eins og segi. Og hvernig aðsóknin? Aðsóknin bara mjög góð. Það eiginlega, eins og segja, eldra fólki meira akkurat í því að neiti svo að segja ég borði ekki sushi, en þá var ég bara að búa til einn bita fyrir þau og svona lofa einhverju bragðsprengju upp í sér. Svo ég gefði þeim akkurat sushi bitan og þá hugsaði, ég tek kannski bara 10 og svo kemur hann næsta dag aftur, svo ég er búinn að snúa nokkrum hausum akkurat við sem að borða ekki sushi. Sem gott. Það ótrúlegt. Það ótrúlegt afrek. Ekki? Takk fyrir. En hvernig svona að því þú varst að tala eins og með skemmtiferðaskipin og svoleiðis, hvernig gengur það? Það gengur eins og fyrir sig fínt núna, ég held að sé var að koma 41 skip hingað vestur sem bara mjög fínt. Ánægði með að COVID sé svona aðeins að slúta sér. En ég held að fólki sé aðeins hræddara með því að fara að fá sér að borða eftir þetta, en ég held að komum bara með tónlistinni. Já, ég held það líka. Maður bara að öskra og kalla fólki að fara bara að veiða. Nákvæmlega. Hvað sérðu fyrir, heldur þetta verði bíll að eilífu eða ertu að sjá fyrir þér eitthvað stærra eða? Mér langar að hafa að þetta sé bíll og ég var alveg til í þess að hafa 2 bíla og hafa svona bækistöðvar líka, svo væri kannski veitingastæður og bíll líka, svo þetta væri svona einhvern veginn keðja. En hugtakið ekkert bara að hafa eins konar stað, einu sem mér langaði ekki að hafa hamborgara eða pítsu eða eitthvað svoleiðis. Það alls staðar, það of auðvelt. Svo að, gera eitthvað allt annað. Setja til dæmis sushið sem ég með, það mjög öðruvísi með vestrænum hætti eins og ég segi. Svo að, Alvöru listamaður. Alvöru listamaður. Ég væri bara til í að sjá þetta sushi, þetta fræga sushi. Ekki? Jú. Ég skal segja frá sig. Svo það sem við erum með hérna á boðstólnum, það birkireyktur silungur með svona hvítlauks rjómaost og svo erum við svona piklaðar gúrkur og svo erum við steiktan lauk inn í hérna. Svo inn í þessari rúllu þá erum við með þessi týr, það segir skaði. Hérna erum við týr sem svona djúpsteikt tígrisrækja sem upp úr tempura og það með engifer teriyaki, svo erum við svona baby mayo, chili, basil og mango. Svo rúllaðan öll rúlluð upp og hérna djúpsteikt aftur upp tempura og svo sett hérna smá chilibaunir og steinsil ofan á. Svo erum við með lambarúlluna hérna sem við köllum hrafnagaldur. Og það sem sagt lamba prime sem marinaður upp úr svona heimatilbrunni bláberjasöldu með kanil, kartöflumús, basil, chia, fræ og döðlur. Og toppað með akkurat döðlum, kartöflumús og basil. Jötunn átvagn gerir handgert sushi samkvæmt japönskum hefðum með vestfirskum áhrifum og fékk þann heiður að smakka á lostætinu.
Ég kveð ykkur hérna frá Jötun Átvagni og við sjáumst eftir smá.